Í nýföllnum héraðsdómi í alvarlegu kynferðisbrotamáli segir að það sé fráleitt að halda að kona undirgangist þungbæra læknisskoðun og skýrslutökur til þess eins að bera rangar sakir á mann. Hæstaréttarlögmaður segir að þessi nálgun sé nýmæli og til marks þróun í meðferð dómstóla á nauðgunarmálum. Andri Ólafsson. 30 karlmaður var fyrir helgi dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir hrottalega nauðgun. Hann ætlaði að kaupa sér kynlíf með konunni en þegar hún neitaði réðst hann á hana, nauðgaði og barði. Fyrir dómi neitaði maðurinn sök eins og reyndar að var algengt í nauðgunarmálum. Hann hélt í fram að konan bæri hann röngum sökum í vonum að fá dæmdar fjárhagsbætur. Þetta er fjallað í dómsorðinu og segir: tilgátan miðar við að kona sé reiðubúin að undirgangast nákvæma læknisskoðun á neyðarmóttöku og yfirheyrslur hjá lögreglu fyrir dómi. Þetta sé jafnan þungbær reynsla og þegar litið er til þeirra stöðu sem brotaþolar í kynferðisbrotamálum séu í er tilgáta ákærða fráleit. Þannig hann að segja þessi aðstaða er erfið, hún er þungbær fyrir brotaþola og þannig er það bara einfaldlega ótrúverðugt að einhver búi til svona atvikalýsingu, kæri í vonum að fá einhverja bætur sem eru reyndar að mínum að til smánalegar almennt í þessum kynferðisbrotamálum. Þeir sem hafa fylgst með kynferðisbrotamálum og þá sérstaklega nauðgunarmálum og meðferð þeirra hjá dómstólum segja þessa nálgun nýmæli. Ég hef verið að segja, ég hef nú fylgst með þessum málum mjög lengi, ég hef ekki séð svona ummæli frá héraðsdómi eða Hæstarétti áður. En þetta sé til vitnis þróun í meðferð dómskerfisins á þessum málum. Ég er nú svo bjartsýn að ég leyfi mér að vona að þetta sé svona hluti í þróun sem hefur þó verið að eiga sér stað hjá dómstólunum, þar sem þeir eru að skoða betur og skilja betur stöðu brotaþola í þessum kynferðisbrotamálum. Svo held ég að það sé aukning á þekkingu meðal dómara á þessum brotum. Það hafi skort á þetta hjá dómstólum. En það er þróun í það átt að bæta að það er að batna meðferð dómskerfisins á þessum málum, það er nú mín skoðun.